Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Við munum innan tíðar kynna fyrir ykkur efni þáttarins í kvöld en ætlum fyrst að henda nokkrum orðum á milli okkar það sem fólk að tala þennan daginn. Hvernig fannst þér útkoman úr skoðanakönnun Maskínu í gær? Sástu einhverja fréttapunta þar? Nei, þetta er ekki svona áberandi sveifla. Þetta, við sjáum hann að góða fylgi samfylkingarinnar er svona hægt og bítandi að lækka. Það er að gera það. Sjálfstæðisflokkurinn, svo aukning sem að koma eftir sveitarstjórnarkosningarnar og mældist til dæmis hjá Gallup. Einmitt. Að það virðist vera svona raun og það er munurinn á milli þeirra er núna 23-25, þannig það er ekki mikill munur. Þannig að svona í haust held ég að við sjáum kannanir þess að sjálfstæðisflokkurinn verður stærsti flokkurinn. Já, þú spáir því. Já, ég held að. Same old bara. Nei, það hafi verið frávika tími núna síðustu misseri. Ég held að ríkisstjórnin sé ekki með mikinn meðbyr og ég myndi bara ætla að gæfi svolítið á. Það kemur fram í þessari könnun að bæði Flokkur fólksins sem er náttúrulega komin niður í 4% eða 4,1 og Viðreisn er að tapa fylgi og ég myndi halda að það myndi sækja á samfylkinguna líka. Við sjáum líka að miðflokkurinn sem mældist hann ekki 22% í janúar eða eitthvað. Hann er komin í 14. Ég ætla nú bara að minna á að ég sagði að ég told you so. Þetta væri svona hæðir sem að miðflokkurinn getur bara ekki haldið sko. Hann er svo skringilegur flokkur. Framsókn nýtur sveitarstjórnarkosningarna. Já, kannski. Ég held það. Já. Mér sýnist það. Já, og svo VG hefur mælst inn á þingi eiginlega eftir að vinstrið var til og Sanna fór í framboð með VG í Reykjavík. Ég held að það sé kannski vill Rósa Björk segja þetta að vera því hún var kosin, en ég held að hún hafi bara ekki verið það áberandi eða verið með svo augljósa svona stefnubreytingu VG að það veigamesta sem er gerst hjá VG er að Sanna bauð fram með vinstrinu. Spáruð því að Sanna fari yfir í VG og bjóðu sig til þings undir merkjum VG? Nei, ég held að spáruð því ekki? Nei, ef það nú er þetta fórst á VG heldur að það sé færi á að endur þessu VG, þá held ég að sé algjör misskilningur. Það er færi núna á að búa til nýtt framboð, til dæmis bara eins og vinstrið, þar sem er pláss fyrir fólk sem var í VG, þar sem er pláss fyrir fólk sem var í Sjálfstæðisflokknum og vill ekki verið í þessu leynifélagi sem sá flokkur orðið núna. Flokkur sem ætlar að byggja sig þannig upp að hann fái hluta af kjósendum kannski flokks fólksins til sín og svona nýtt upp af. Ég held að það sé pláss fyrir það og það sé ákveðin svona vilji til þess í samfélaginu. Ég hitti engan sem segir við verðum að ná að endurreisa VG. Þú þarft að hafa verið mjög innmúraður og innvígður í VG til þess að upplifa það. Alltaf svona leiðrétta söguna. Þannig að ég held að það sé þannig. En annars er þetta ekki svona, það er ekki stór tíðindi og við erum náttúrulega að fara núna inn í sumarið og það gæti kannski komið inn könnun þar sem kom eitthvað svona undarlega niðurstað, en ég held að það sé þá fyrst og fremst bara því að fólk er ekkert svo mikið að hugsa pólitík á sumrin. En svo erum við náttúrulega með þessa Evrópukosningar. Já. Kemur ekki óvart að Viðreisn missi fylgi svona í upptakti? Nei. Ekki? Nei, rúmlega ekki. Engi forspá Nei, ég myndi ekki leggja á mikið upp á því. Það er eitt sem að maður verður varfið í samfélaginu. Það er svona óþreyja gagnvart forystu flokkana. Til dæmis, þegar ég var að ræða við unga fólki í gær, þá ræddum við það meðal annars að Kastljósdóttin, þar sem að Sigmundur var að hneggja á Dag B og ég held að fólk hafi bara það síðasta sem fólk vil hlusta á núna væri Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín að tala Evrópumál. Þannig að
ég myndi ekki tengja þarna á milli. Það getur vel verið að Evrópusinnar fái byr í seglin, en það þá bara ákvörðun í þessum kosningum núna, en það leiðir ekkit sjálfkrafa til fylgisaukninga Viðreisnar. Kannski ef að verður góður sigur, 57% segja já, þá getur komið svona svipað og við sjáum eftir sveitarstjórnarkosninga til Sjálfstæðisflokksins. Já. Í kjölfarið á Evrópukosningunum. Sem alltaf svona verið svolítið kjánaleg, kannski þetta lærðu við að lifa af með því að stick with the winners, kannski að þú ert dádýr, laupandi eitthvað stað eða að það sé svo frumstætt, já það er sniðugt að elta þann sem er sterkastur. Það er líka anda þess sem að ég er alltaf að reyna að fá fólk til að skilja að við erum dýr, við erum villidýr, tökum ekki dýrið úr okkur, gleymum því ekki að við erum dýr. Að rækta hinn guðlega anda sem okkur það líka gefið. Já, það er örugglega markmið, en við erum samt dýr. Það kannast ekki við söguna með maðkinn í leiðjunni að hann verður að horfa til tunglsins. Þannig að sekkur hann í drulluna. Já, akkurat sko. En það er minnst það að því að verðum að tala um það, að þá finnst mér eiginlega ég var eitthvað að skoða samhjálpar málið. Já, það er ekki, lítur ekki vel út. Ég er rosalega vandraði með þetta samfélag sem að við búum í. Já. Þetta er náttúrulega eitthvað svona stjórnsýslu úrskurður eitthvað, að það hefði ekki verið staði rétt að einhverju grendakynningu, að það þurfi einhverju grendarkynningu, að ef að fátækt fólk á að fá að borða, að það er lítið út eins og að þú set að fara að byggja upp einhverja eiturefnaverksmiðju. Ég bara mjög erfitt með þetta mál. Með þetta sorglegt og kemur ofan í önnur svona mál þar sem að fólk vil alls ekki fá sambýli eins og var ekki svona dagsetur fólks með geðraskanir. Já. Það er bara 3. hús frá mér, er svoleiðis, Vín á Hverfisgötunni. Sögufrægt fyrir að vera mannúðar bara höll. Ótrúlega fallegt og maður labbar hana framjá og heilsar fólkinu og fleira. Það er bara algjör sómi að því að búa í hverfi þar sem er dagsetur fyrir fólk með geðraskanir. Svo er leikskóli, það er gistiskýli í mínu hverfi. Þú veist, ég finnst þetta að vera bara gott að hafa þetta í hverfinu. Ég labba oft fram hjá gistiskýlinu. Ég heilsa ekki, af því að þeir eru oft í svona napp og eru bara í sínu. Þannig að mér finnst það svona, af því að sumum fylla skömm yfir að þurfa að fara í gistiskýli. Þannig að mér finnst ég ekki að hafa umboð til þess að heilsa. Stundum heilsar einhver mér fyrrabræði, þá heilsa ég. Já, ég heyrði í gær að það væri verið að fella þetta samhjálparmál bara á einhverju tækniatriði sem væri bara dregið upp, augljóslega til höfuðs mannúð. Og ég er að heyra líka svona dálitla andúð gagnvart meirihlutanum vegna hjóla fólksins sem er að missa sitt. Sem var nú ekki merkilegt. Var nú ekki merkilegt. Sett eiginlega á ömulustu lóð Reykjavíkur. Einmitt. Og spurningin er ertu ekki bara að búa til meiri vanda með svona ákvörðun? Þegar þú sviptir fólk möguleikanum til þess að búa einhvers staðar. Hvað gerist svo? Mér finnst ömurlegt að hlusta á Einar Þorsteins, hann svaraði einhvern veginn svo hrókafullt. Hann sagði einhvern veginn svona, við viljum bara ekki hafa svona í Reykjavík, svona hjólhúsa byggðir. Já, það ganga. En byrju, hvað er fólkið að vera? Ég meina, byggðu þá upp borg þar sem að fátækt fólk getur komist í húsnæði. Hvaða hroki er þetta eiginlega? Og það ganga mím Einar í fínu fötunum sína, rosalega vel klæddur, svona sussa á fátækt fólk Þetta finnst mér ekki góð ára. Þetta hefur verið loðandi ekki góður bragur á þessu. Nei, þetta hefur verið loðandi við Reykjavíkurborg mjög lengi. Til dæmis að þeir eru verið að tala að það þurfi að gera átak í því að byggja yfir hina fátækustu. Og þá er alltaf einhver sem svarar og það getur verið bara úr vinstriflokki sem segir eitthvað, já við viljum ekkert að byggja upp einhver slömm og þá ég veit ekki hvað er verið að vísa í, er verið að vísa í Fellahverfið. Ég fengi fólk sem ólst upp í Fellahverfinu og það lýsir í Fellahverfinu ekki þannig og ég er alveg vissum að við næðum að tala við fólk sem býr í Fellahverfinu núna, það talar ekki svona Fellahverfið.
Því að yfirleitt það þannig og það bara vitað með alls konar félagsfræður og rannsóknum að svona félagsleg samstaða oft meiri þar sem að margt að fátæku fólki saman. Ég get alveg lofað því að félagsleg samstaða verður ekki meiri þar sem að margt ríkt fólk kemur saman, nema kann bara berjast fyrir því að lækka skattana eða eitthvað. En þessi svona hugmyndum það að það verði vandamál ef að 3 fátækir koma í saman, en það sé ekkit vandamál ef að 3 efnaði komið saman. Ég held að þetta sé þvæla frá upphafi, þetta stenst ekki neitt, þetta bara byggt á fordómum og svona einhverju anstigð gagnvart hinnum bjargarlausu, fyrirlitningu á þeim sem að þurfa á aðstoð að halda, sem að því miður, mér finnst oft vera svona eins og hangi einhvern veginn yfir ráðhúsinu, af því að þetta ekki bara gagnvart hjólhúsabíð, þetta gís oft upp. Og ég held að ráðhúsið verði bara að horfa í eigin barm og fara í bara eitthvað átak gegn eigin fordómum og Einar Þorsteins verður bara að fara úr, hann getur farið í þessu fínu fötum sínum og hann getur bara farið og gist eina nótt hjá henni Geirdísi í hjólísinu og ég held að hún sé húsbílildar og kynst þessu fólki. Þetta ekki eitthvað sem að ég trú ekki að neitt hafi kosið en einhvern veginn til þess að bregða fæti fyrir þetta fólk. Heldur það? Nei, bara alls ekki, alls ekki. Ég heyri ekki fólk út í bæ segja rosalega þetta gott hjá þeim að vera svona ákveðin gagnvart þessu blessaða hjólafólki, Ég heyri engan. Svo sumir, þú getur líklega komið upp heimili fyrir svona 1 milljón plus, keyptir eitthvað gamlan bíl og dittað að honum og stungið honum í samband. Og það kannski bara efnaðslegur raunveruleiki fólks að það miklu betri kostur að þú ert fátækur að eiga þinn eigin bíl þó að því fylgi ýmiss konar óþægindi heldur en að þú kannski hefur bara engan annan kost þú kemst ekki svona inn á leigumarkað þú getur ekki keyptir. Þess vegna segi ég hvað næst eru borgaryfirvöld hugsaðu næsta leik framtíð? Það er að hrekja þau út úr svipað og til þess barnafólkið, það er búið að hrekja barnafólkið út úr borginni því að barnafólk kannski með 2 ung börn hvað þyrfti íbúðin að vera stór til þess að það væri þægilegt. Allavega, 40 fermetra íbúð sem að þau mögulega hafa efna á innan Reykjavíkur. Það er bara erfitt að vera með 2 kannski börn og hvað er þetta ekki, svona 3 þvottavélar á dag sem að það að þvo og þetta er bara erfitt. En fyrir sama verð getur þú farið í Þorlákshöfn eða upp á Akranes og þá ertu með garð út með kannski 100 fermetra. Þannig að einhver leiti verið að hrekja barnafólkið út úr borginni, nú að hrekja fátækafólkið og fyrir hvað til þess að við löppum bæinn og það bara einhverjir Einar Þorsteinsinnir að sperra sig eitthvað í fínu fötunum. Ég bara vil ekki búið þeirri borg. Nei. Ég vil hafa einstæða mæður að ýta barnavögnum og ég vil hafa menninni sem ég heilsa á leiðinni heim það svona maður með alvarlega geðraskanir sem að stoppa mig alltaf. Þannig einhvern veginn hefur svona skinnbrað á því hvort ég sé með 500 kalli eða 1000 kalli í veskinu. Þannig að ég spjalla við hann. Ég heilsa manninu sem að hreinsar upp úr ruslafötunum. Hann heilsa mér alveg langt yfir alla götuna. Þú veist, ég meina við erum að búa í borgarfjölbreytileiki. Já, það sem er pláss fyrir alla í borginni við ætlum að búa í heimi sem er bara fyrir svona menn eins og Einar Þorsteinsson. Þannig allir sem hafa ekki náð status Einars Þorsteinsinni þeir eru með að líða illa í heiminum. Og þeir sem að þurfa að fara að fá matargjafir hjá Samhjálp, við viljum að þeim líði illa. Hvaða rugl þetta? En ef við setjum þetta í samhengi og svona veltum fyrir okkur mikilvægi þess að ræða stéttabaráttu, þá hefur það náttúrulega verið svona einkennismerki samstöðvarinnar og það er ósögð lítil frétt sem er jákvæð fyrir framtíð samstöðvarinnar, ekki satt. Þú varst að segja mér áður við fórum hér í útsendinguna að það hefði runnið í gegn fjölmiðlafrumvarpið sem
Já, hans loga sem þýðir Því var það. breytt áður, Einmitt. frumvarpinu eða Já, drögunum, eða ég veit ekki hvað þetta kalla, var breytt af því að ég talaði svolítið um það hérna áramótin, að það væri svona þröskuldar sem hérna það væri eiginlega ekki hægt fyrir okkur að halda áfram uppbyggingu samstöðunar óbreyttu. og náður að geta því í gegnum hennar þröskuld. Já, ég held að þeir eru að breyta þessu og þetta var samþykkt Já, og allir verði ekki þá umsóknir núna einhvern veginn í sumar og það kemur í ljós bara snemma í haust hvort að samstöðin fái stuðning til þess að halda áfram. það er mjög líklegt, ekki? Jó, en þú veist, maður veit aldrei. Maður má ekki... Það er aðeins minni óvissa af því við erum ofta að tala um hvað það standi tæft, sko. Það var eiginlega bara... Þessi starfsemi. Ég upplýði það hérna áramótin að hérna frumvarpið hafi verið samið í samtali við Moggan og Sín og meðal annars hefði þetta ákvæði hérna, verið sett inn að þeirra hugmynd undir ykkur svona fögru hérna, markmiðum að auka lestur eða eitthvað. Já. Þannig að ég upplýði það svolítið þannig en ég vona að við fáum svona stuðning eins og hinir bara. Ég stundu spurður hvað er samstöðin og ég stundu svara í löngu máli en stundu segi ég bara lestu viðskiptablaðið, þá segir fólk kannski já og þá segi ég held að samstöðin sé einhvers konar andstæða viðskiptablaðsins og ég held að það skipti mjög miklu máli upp á fjölmiðlun á Íslandi að við höfum sem flesta tóna nægilega margir eru þannig á fjölmiðlarnir sem að horfa á heiminn og ofan frá en við höfum svona frekar verið að reyna að horfa á hann úr lággróðrinum. Og mættu kannski standa okkur bara betur. Já, það er svo mikill rosalegu blástur frá Mogganum og viðskiptablaðinu og sömuleyti étur rúf þetta upp, sko tóni sem að kemur þar. Mjög. Þannig að þú nefndi sko stéttabaráttu, en það sem að við vorum að ræða áðan er vel ekki stéttabaráttu. Er það ekki? Nei, það liggur við þetta sé svona borgarleg mannúð sem að ég mann þá tíð þegar hérna, sjálfstæðisflokkurinn var líkari í kristilegum demókrötum. Það var bara talið vera hluti af hérna, hlutverki þess flokks að hérna, vera ekki svona vondur við fátækt fólk. Já, áður en hann fer á frjálshyggjuvagnin. Ertu að tala um þann tíma? Já, það er eins og hérna, þeir halda að það að vera hægri maður, þá eigi maður bara alltaf að vera í liði með Þorsteini Má og bara ekkert að gera neitt annað en það sem hann vill. En sjálfstæðisflokkurinn þegar ég var barn að hérna það voru í þeim alls konar armar meðal annars Fíladelfía í Reykjavík var alltaf inn í sjálfstæðisflokkurinn, þar komu svona löggurnar voru oft úr Fíladelfíu en líka fólki sem vann í félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar. Já. Og þannig að svona mér finnst ekkert fráleit að fólk innan úr sjálfstæðisflokknum og kannski miðflokknum eða guðma þetta hvar komi og slái vörðum stórkostlega starf sem er unnið í hérna, matstofu Samhjálpar. Nei. Eða leyfi hérna, fólki sem að hvort sem það er á efnaðslegum ástæðum eða bara svo hefur við líka hafa pláss fyrir fólk sem er bara sérviturt. Ég vil bara búa í Hjólísagarði. Og hvað er það eitthvað að trufla þig eða? Nei, bara alls ekki. Alls ekki. Hafa, eins og ég sagði það, sem flesta liti í kringum mig og sá tíminn löngu liðin að maður metur mannverðingar eftir því hvort fólk á pening eða hvernig það klæðist. Það er nú þannig í samfélaginu sko, því miður og ég held að við höfum aldrei verið verri. Ég held að sé líka þú veist, þetta bara í listum og eitthvað fleira, það er bara, þú veist, þeir njóta virðingar sem að meika það, sko. Við höfum að vera að dásta þeim sem er að, þú veist, skrifa ykkur að reyfara og selja þá eitthvað meira heldur en ljóðskáldin eða eitthvað. Ljóðskáldið og listamannalaun. Ég komst einhvern veginn til svo ára áður en þessi stemming var til. Ég er alltaf svo hissað yfir þessu. Ég held að hjá mér þá gangi þetta svona aðeins í öldum, sko. En mér finnst allavega eftir því sem maður eldist, ef maður gefur sér að maður þroskist leið, að hafi ég heillast af auðugu fólki fyrir 20 árum, þá er mjög lítið eftir af þeirri skilgreiningu í dag, að ég meti mannkosti fólks eftir því hvort efnahagur þessi góður eða ekki. Það er eitthvað allt annað sem ég leita eftir nú orðið í. Það er eitthvað í mér sem að rekkur alltaf tilbaka þegar sú stemming kemur upp. Líka svona eins og ég hef stundum notað hugtakið hérna vinsalukrakkar líka.
stjórnmálaflokkana svona, þessu reknir eins og vinsanleikrakkaklíkur. Já. Og ég hef líka alltaf það er eitthvað bara í hnakkanum á mér sem að fer í gang þegar ég verð var við það. Ég vil ekki vera í vinsanleikrakkaklíkunni. Nei, maður eitthvað andús hérna. Nei, því að það er bara, þú veist, hvernig ákvarðanir eru teknar og sumir flokkar eru bara alvarlega veikir af þessu. Ég held til dæmis að hinn þrönga klíka sem að náði völdum í samfylkingunni, sem er típisk svona vinsanleikrakkaklíka, sem að svona býtur aðra af sér og það er allt saman nöldur og ekki nógu smart sem að þau eru með og þau eru svo algjörlega búin að finna þetta einhvern veginn að það heyra bara ekki gaggrínina og þetta áviðum svo sem fleiri flokka. Sem minnir mig á eitt alltaf fyndið í gær á Facebook. Það var einhver maður sem að skrifaði hvernig getur þú haft þessa skoðun? Öll umræða sem ég sé á Facebook er gegn ESB aðild og bendi til þess að neyið verði samþykkt 95% í ágúst. Sagði þetta ykkur? Já, og hún var svarað, já, þetta kallast bergmálshellir, þetta kallast búbluáhrifin. Að sko hugsa þér að heimurinn er fullur, Ísland er fullt af hópum eins og þessum samfylkingarhópi sem hún nefnir, sem ekki hleypir inn rýni, heldur er bara í sinni búblu, hvað þau eru frábær. Að sko það er svo margir Facebook-hópar núna sem eru uppfullir að bara 95% vissu það hvernig þessar kostningar fara, af því að þeir fá aldrei upplýsingar úr hinni áttinni. Nei, við rættum þetta meðal hans unga fólki, við ræðum þetta oft við rauðaborðið. Kannski eftir við líka að standa okkur betur í að hafa svona blandaðri hópa hérna. Það var ólíkur aldri og við erum með svona öldungadeild og við erum svona okkur hætti til þess að kannski að gera eitthvað svona á mótið í að draga fólk ekki bara með ólíkar skoðanir, heldur bara svona með ólíkar reynslu og því það er náttúrulega það er menning sko, að við getum talað yfir hópa, það er ekki menning að sitja alltaf í sömu klíkunni og er alltaf að hitta fólk sem hefur alveg sömu skoðanir og þú og klæðið eins og þú og lest sömu bækunar og þú og það er bara, maður þotnar upp á viku bara ef maður hittir ekki fólk sem er svona annars konar. Þess utan að það er nánast guðdómleg upplifun þegar maður skiptir skoðun. Sérstaklega þegar maður hefur haft einhverja skoðun lengi og svo færi skoðunu til og maður skiptir skoðun. Veist, þá líður manni bara eins og maður sé síungur. Ég veit ekki við veistu svolítið gamla að gera mér upp skoðanir og svona. Þannig ég veit ekki hvað þannig Þú veist ekki alltaf hvort ég hafi haft skoðanir þess að Mér stilum beinamálið hans Jónasar. Það er dæmi skoðun sem ég skipti Ég næði ekki að koma mér að skoðun á því. Nei, fyrst bara hló ég, fannst þetta fáránlegt. Svo bara gekk ég í lið með þeim sem að vilja að beinin verði rannsókn. Það stundur sem að er eitthvað í gangi og það er rosa margir sem hafa harða skoðun þarna megin og aðrið þarna megin og þá hugsa ég þarf ekki að koma mér að skoðun þessu. Þetta fólk mun alveg sjá umræðuna bein Jónasar. Ég þarf ekkert að blanda mér í það. Heyrðu, en ef að vinda okkur í efni þáttarins, þú ætlar að hefja þáttinn í gamla daga, þá byrjuðu alltaf á því að tala það sem var síðast, en við höfum svolítið snúið í við síðustu daga. Hvað er fyrst? Ef við ræða fyrst það sem er fyrst, þú ert ekki með Trump-tíma? Jú, Trump-tíminn, það var við byrjuðum á því, ég veit ekki, bara fyrir ári síðan eitthvað, að þá fáum við fólk til þess að ræða hvað var Trump-tíminn. Og hugmyndin var svolítið svo að sko Trump er bara þannig að þú þarft eiginlega bara að segja Trump og þá fer umræðan í gang. Og þannig hefur það svolítið verið. Þetta er datt svolítið niður á meðan að ég var veikur en ég ætla að endurnýja og alltaf að hafa einn Trump-tíma núna á eftir. Og þá kemur Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagnfræði og hefur oft komið hingað. Og Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, hann hefur líka komið hingað. Hann hefur svona varið efnaðastefnu Trump, hefur verið að reyna að útskýra það fyrir okkur. Og svo kemur líka Ólafur Páll Jónsson sem er heimspekingur á menntavísindasviðinu. Og þetta er allt menn sem eru menntaðir í Bandaríkjunum og hafa svona eitthvað sans fyrir Bandaríkjunum. Kannski, ég velti því einhvern veginn fyrir mér í Trump-tíma
hvað þarf maður að hafa búið í Bandaríkjunum nýlega til þess að hafa innsýn inn í Bandaríki Trump? Af því að það hefur náttúrulega orðið gríðarleg breyting og sumuleyti þá fjalla þessi Trump-tímar það. Við erum að reyna að höndla þær breytingar sem að verða í Bandaríkjunum út af Trump og svo náttúrulega koma heimsmálin og ég ætla að við ræðum Íransmálið og þingkosningarnar í haust og eitt og þetta. Já. Ég veit að Ólafur Páll hefur mikinn áhuga á háskólanum í Bandaríkjunum sem að Trump að grafa undan, það bara þannig. Já. Og sem náttúrulega ótrúlega skrítið að þetta svona styrkleiki Bandaríkjanna þetta öfluga háskólakerfi og svona hvað þeir hafa byggt mikið á sko menntun og vísundum og öðru slíku. Mér sagt að þetta kínverskir háskólar séu bara eins og raketta. Bara ef þú sko telur tilvísanir og tilvitnanir og eitthvað leira. Að þeir eru að verða svo öflugir á sama hátt og háskólar í Bandaríkjunum eru í högti sko. Þetta merkilegt. Ótrúlega breyting á skömmum tíma. Nú, einn gestaðinna í Trump-tímanum síendurtekið, Guðmundur Hálfdanarson, hann verður ekki hér að ræða Trump, en hann verður að ræða við bróður þinn átökin í samtímanum, eða ekki? Já, sem er kannski ekkert svo óskilt Trump. Við erum með þar í Bandaríkjunum erum við með samfélag sem getur ekki talað saman og bara erfitt að sjá þau þurfa að finna leiðina út en það er ekki hægt að sjá það hvar þau ætla að hittast til þess og hvernig þau ætla að ræða það og ég held að þeir félagar Sigurjón og Guðmundur Hálfdanarson ætla að fara að ræða það hvort að við séum kannski íslensku átökin að þetta verði blóði drifið sumar. Já, og ef það klofnar á milli að þá græri ekki það er ekki allir sem hafa gaman að skipta skoðun eins og þú segist. Nei. Þannig ef þú lendir öðrum megin gjárinnar, að þá er erfitt að rata eða við leggja til að verði brúað. Ættum við að brúa yfir, nei, í fjandanum, fá þetta lið yfir okkur. Ég heyrði formann Bændasamtakanna senda ríkisstjórninni kaldar kveðjur fyrir að hafa tekið góða veðrið og friðinn og ilmina grasinu í sumar og snúið þessu öllu upp í einhver leiðindi. Já, og Kristof Frostadóttir svona sumuleyti talaði út frá því að þetta væri mál sem að hefði alltaf þessar afleiðingar. Þess vegna er þetta svona eins og eitra peð, þú mættir ekki snert þetta. Nei. En þeir munu greiða fyrir okkur, Guðmundur Hálfdanarson og Sigurjón. Þú ert nú ekki hættur. Nei, ég ætla að fá hann Guðjón Hrein Hauksson sem er formaður félags framhaldsskólakennara. Já, fyrir norðan eða ekki, en ekki Akureyringur. Já, hann er Akureyringur, heyrist á Mælens. Já. Kennir annarkvotu við Emma eða Vaffemma, sennilega Emma. Já, hann er nú búin að vera formaður nokkur ár, ég ætla að hitta nokkur sinnum sem formann félags framhaldsskólakennara. Já. Ég sá það haft eftir framhaldsskólakennurum að það væri 7% samdráttur á framhaldsskólastíðinu og mér finnst það bara brjálæði. Ég sagði 4-5 milljarðar eða ekki? Já, ég sagði ég bara misti af þessu. Hvar var þetta kynnt einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að gera sem samfélag að skera niður peninga til framhaldsskólana. Mér finnst það bara á skjön við allt sem maður heyrir framhaldsskólan. Ég ætla að fá hann til þess að útskýra þetta, hvernig það gerist og ræða svolítið framhaldsskólana og framhaldsskólandi líða náttúrulega fyrir það eins og öll skólastigin þetta endalausu alltaf verið að skipta menntamálaráðherra. Það var engin tölaði lengur held ég hvað eru búin að vera margir menntamálaráðherra frá hruni til dæmis. Nei. Það er einhver óheyrilegur fjöldi sko. Og þetta er alltaf eitthvað olnboga barn. Svo kom allir inn nýjir og alltaf aldeilis að taka til í Bucktown eins og við sagt í Bandaríkjunum, koma með einhverju slætti inn. Ráðuneytið eiginlega styður ekki stefnuna sem er þó samþykkt. Þetta er fáralegt ástand. Þannig ég ætla að tala við fyrst og þetta er láta Guðjón útskýrta fyrir mér. Hvernig er það virkilega svo að það sé verið að stórlækka framlög í framhaldsskólanum á sama tíma og við erum að hlusta á stjórnmáluna að tala nauðsyn þess að auka iðnmenntun sem ég held að bæði þú og ég áttum okkur á því að það lítur að vera dýrar að ekki. Það lítur að vera dýrar að kenna hárgreiðslu heldur en félagsfræði. Ég heyri vegna gervigreindarinnar að mjög margir nýútskrifaðir krakkar úr framhaldsskólum eða krakkar sem eru í framhaldsskólum og grunnskólum, þau horfi til iðngreina núna.
þeim líður eins og þeim líður eins og gervigreindin taki ekki á þeim rafvirkjunina eða húsasmíðina eða svoleiðis, en það sannlega rétt hjá þeim. Má vera rakari, þó svo að gervigreindi gæti rakamann, þá myndi maður aldrei stinga hausnum þar inn, sko. Inn í græjuna. Það er í sammálaðir. Ef þú ert oftast gervigreindina, þá skal þú læra að vera rakari. En þá er tvennt ónefnt, það er kortveikja á mínum herðum. Hann kemur hingað, hann Lárus Ýmir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður, og hann ætlar að velta því fyrir sér hvort auðræðið sé að granda heiminum. Hann er mikið að spá í Musk, fyrsta trilljón. Hann er ekki svo eini sem trúi því, aldrei. Nei, fyrsta trilljónaran í veröldinni. Og þetta er gild spurning. Ég hef verið að benda á þetta í nokkur ár, eins og... Og mér kemur svolítið óvart kemur ekkert óvart. Mér finnst alltaf gaman að sjá það svona undanfarnum árum hvað þetta breiðist út, þessi sýn. Það er svona fólk bara úr meginströmmnum stjórnmálana sem er bara, þú getur eiginlega ekki talað samfélagsmál nema að tala ólíkarkisma og auðræði. Og þetta spænir svo upp samfélögin svo hratt. Akkurat. Það verður spennandi að heyra hvað Lára segir þetta. Já, og rúsinan í pylsuendanum hjá okkur, það er að hún Margrét Bóasdóttir, hún ætlar að ræða alþýðu sönglist og hvernig sá siður hefur haldist ekki síst í tilteknum byggðum út á landi. Og það kann að vera að verði gestur með Margréti, en það liggur ekki alveg fyrir. Sem brest í söng. Já, mögulega. Þú að búa til söng. Já, það væri gaman. Það var meira að segja að það er sungið í stofunni í HM. Nú? Það heitir ekki Albert þarna sem hefur tvisvar eða þrisvar brostið í söng. Ég hef mistað því. Það er skemmtilegt, já. Einmitt. Jú, við ættum alltaf að syngja meira. Heyrðu, en vilt þú ekki bara kveðja hlustendur með nokkrum velvöldum orðum? Já, ég ætla nú ekki að kveðja. Ég ætla bara að fara fram og sækja Trump sérfræðingana, en áður en að því kemur að þá munum verða auglýsingar hérna sem að skila okkur örlitlum tekjum, en langmesta aflið fáum við frá þeim hlustendum og áhorfendum sem hafa gerst áskrifendur og vita að samstöð mun ekki lifa og ekki ná að byggjast upp nema með stuðningi almennings, og væri eiginlega ekkert vit í öðru. Það væri fáránlegt að við myndum byggja samstöðinu upp á stuðningi frá auðmönnum. Ef að þú vilt taka þátt í þessari uppbyggingu og þessari tilraun sem að samstöðin er, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunna áskriftinni sem er 2.750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt, og því sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. Það er mitt Alþýðufélagið sem á að rekur samstöðina. En við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo ætlum við að spjalla Bandaríkin út frá Trump. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar, og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis- og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is, og hafðu samband. Þelið á milli okkar. Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið Stjett, Bólholti 6. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina.
Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.